Góðan dag, kæru vinir og hjartanlega velkomin til Guðsþjónustu í Akureyrarkirkju. Í dag er annar sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Séra Aðalsteinn Þorvaldsson þjónar og flytur prédikun dagsins. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir organisti, Þorvaldur Örn Davíðsson kórstjóri og félagar úr kór Akureyrarkirkju færa okkur tónlistargjafir dagsins. Ég heiti Guðfinna Hallgrímsdóttir og er meðhjálpari. Við skulum hefja stundina á því að helga okkur Guði með signingu og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Hjálp kemur frá drottni. Við skulum biðja. Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mín og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Drottin miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphaf
Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Biðjum. Drottinn Guð, lát okkur jafnan óttast og elska þitt heilaga nafn, því að aldrei bregst þín hjálp og forsjá þeim sem þú gerir stöðug í kærleikanum. Fyrir son þinn Jesú Krist, Drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur þessa Drottins dags er úr orðskviðunum, 9. kafla, speki og heimska. Að óttast Drottinn er upphaf spekinnar og að þekkja hinn heilaga er hyggindi. Með mínu fulltingi verða dagar þínir margir og árum lífs þíns fjölgar. Sértu vitur verður vitið þér til góðs, en sértu spottari, þá mun það bitna á þér einum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn er úr Efesusbréfinu, 2. kafla, 1 í Kristi. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægið voruð og frið hinum sem nálægir voruð. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvort tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina, en Krist Jesú sjálfan að hyrningarsteini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í Drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Guðspjallið skrifar, Guðspjallamaðurinn Lúkas. Nú fullnaðist brátt sá tími Jesús skyldi upp numinn verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í Samverjaþorp nokkurt til að búa honum gistingu. En menn tóku ekki við honum því að hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes, sáu það, sögðu þeir: Drottinn, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. En Jesús sneri sér við og ávítaði þá og sagði: Ekki vitið þið hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkur við Jesú: Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann: Fylg þú mér. Sá mælti: Drottinn, leyf mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svaraði: Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði: Ég vil fylgja þér, Drottinn, en leyf mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann: Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur hæfur í Guðs ríki. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall: Lof sé þér, Kristur. Og við játum saman trú okkar. Ég trú á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Yeah.
Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Ég var að ræða við fermingarbörnum gullnu regluna. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gera. Er þetta létt regla eða erfið, spurði ég. Létt, svöruðu langflest. Er það, spurði ég og bætti við. Ef ég klíp þig, hvað langar þig að gera? Klípa tilbaka, játuðu þau. Ekki svo létt er það. Eitt er að kunna regluna, annað er að iðka. Grunnurinn að því að iðka gullnu regluna er að elska sem Jesú talar svo oft um. Elska hvert annað og bregðast við með elsku. Jafnvel við ófriði að bregðast við með elsku. Þannig sýnum við fólki að við sjáum það, raunverulega sjáum það og heyrum með því að elska. Gamall rabbi spurði lærisveina sína, hvernig getur maður vitað hvenær nóttin er liðin og dagur runnin? Er það þegar maður getur þekkt hund frá lambi? Spurði einn lærisveinanna. Nei, svaraði rabbiinn. Er það þegar maður getur úr fjarlægð greint fíkjutré frá mórberjatré? Spurði annar. Nei, sagði rabbiinn. Hvenær þá? Spurðu lærisveinarnir. Það er þegar þú sérð ókunnuga mannesku og þekkir þar bróður þinn eða systur. Fyrr er dagur ekki runnin. Elskan kennir okkur að sjá. Dagur rennur upp þegar þú sérð bróður og systur í ókunnugum. Þá sjáum við með augum kærleikans. Hér í upphafi er ég að vísa til seinni hluta guðspjallsteksta dagsins í samtöl Jesú á leiðinni. Og þar kemur fram að það getur verið nokkuð erfitt að vera fylgjandi Jesú, eins og samtal mitt og fermingarbarnanna leiddi í ljós. Gullna reglan er ekkert létt. Hún gerir ýtrustu kröfur til okkar. Með þetta í huga skulum við skoða það sem á undan kom. Jesús sendir lærisveina sína í samverjaþorp til að undirbúa gistingu. En hann er ekki velkominn, sem er fremur óvenjulegt. En viðbrögð lærisveinanna við þessari neitun kom okkur algjörlega í opna skjöldu. Þeir verða reiðir og spyrja, Drottinn, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim? Vissulega voru alltaf ýfingar á milli Samverja og gyðinga á þessum tíma, en þetta eru rosaleg viðbrögð. Eigum við að tortíma þeim? Algjörlega galið. Eins og nei sé ekki fullgilt svar. Og þetta skilur Jesú og virðir. Að virða forræði fólks yfir eigin lífi
er að koma fram við það í kærleika. Auðvitað hefði verið afar hentugt fyrir þá félaga ef skipulagið hefði haldið og þeir gist í þorpinu eins og stefnt var að, en Jesús refsar ekki fyrir neyið. Þess í stað skammar hann þá Jakob og Jóhannes fyrir að telja það eðlilegt að beita ofbeldi fyrir örlítið óhagræði. Þeir fara einfaldlega í næsta þorp. Jesús minnir okkur á að við erum kærleikans megin þegar við í tengslum okkar og samskiptum gerum ráð fyrir að fólk hafi eitthvað það að segja sem snertir líf þeirra og hafi raunverulegt val þar. Jesús vildi gista í þorpinu, hann vildi gista í þorpinu þeirra, en mörk þeirra voru nei. Og skiptir engu hver ástæðan var, mörk þeirra eru virt. Hvað Jesús virti ekki var að refsa og beita ofbeldi af því að það var sagt nei. Það er einfaldlega ekki kærleiksrík afstaða að vilja beita ofbeldi þá. Að gefa rými fyrir mörk, að geta sagt já eða nei, það er kærleiksrík afstaða. Kærleikurinn þvingar ekki, hótar ekki eða beitir ofbeldi. Regla kærleikans er tvöfalda kærleiksboðorðið. Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Og að sjálfsögðu er það sjálf gullna reglan einnig. Og þetta gerir, svo ég ítreki enn og aftur, ýtrustu kröfur til okkar og er ekkert létt. Er líf í kærleika Guðs að vera virkur á akri Guðs mögulega svo erfitt að maður þurfi að hafna ástvinum og yfirgefa það? Við erum komin aftur í samtölin sem Jesús á leiðinni frá Samverjaþorpinu. Stór orð við það. Jesús segir, lát hina dauðu jarða sína dauðu en far þú og boða Guðs ríki. Og hann segir einnig, enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki. Það er engum blöðum það að fletta að Jesús er að segja að verkefnið er aðkallandi, áríðandi og krefst gjörhygli þinnar. Það er mér samt til efs að Jesús sé að krefjast þess að við yfirgefum ástvini eða að við þykjumst ekkert vita af eigin fortíð. En hann vill hins vegar að við séum ekki bara fylgjendur hans í orði, heldur líka í borði. Séum sönn og trú því verkefni að vera ljós heimsins og salt jarðar, eins og hann kallar okkur. Auðvitað jarða fylgjendur Jesú ástvini og kveðja fólkið sitt heima. Það sem hjálpar mér að skilja þessi orð Jesú betur er svo sýn og hugarfar sem birtist í stuttri frásögn. Stóri kötturinn fylgdist með kettlingnum elta skottið á sér og spurði, hví ert að elta skottið á þér? Kettlingurinn svaraði,
Ég hef uppgötvað að það besta fyrir ketti er hamingja og að hamingjan er í skottinu á mér. Þess vegna elti ég það. Því þegar ég næ því, þá hef ég náð hamingjunni. Stóri kötturinn sagði þá: Minn kæri, ég hef einnig gefið gaum að lífsins spurningum og ég hef einnig komist að þeirri niðurstöðu að hamingjan er vissulega í skottinu á mér. En ég hef tekið eftir því að hvenær sem ég elti skottið á mér, þá skýst það frá mér. Og þegar ég er bara að sinna mínu í rólegheitum, þá eltir það mig hvert sem ég fer. Að fylgja Jesú getur ekki og má ekki vera útilokandi. Að fylgja Jesú er að fylgja kærleikanum og kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn er umlíkjandi og allt sem þér þykir vænt og er þér einhvers virði, það er og verður enn til staðar. Eltir þig eins og skottið á kettinum, á meðan við sjálf töltum áfram veg kærleikans. Við sem fylgjendur Jesú erum með verkefni, við erum með höndina á plóknum, við erum á akrinum að boða fagnaðar erindið. Sumarið sem nú er gengið í garð veltir ekki fyrir sér liðnum vetri. Það er komið til að gefa gróanda og það er okkar hlutverk einnig. Það stoðar lítið að vera í baksýnisspeglinum, að vera að elta skottið á sér, sem að sjálfsögðu og eðlilega eltir þig. Undan því kemstu ekki, því það er hluti af þér. Þegar kemur að því verkefni að hafa hönd á plóknum á akri Drottins, þá munum við lenda í óhagræði og óþægindum. Já, þannig er það bara. Við viljum frekar hafa lífið þægilegt og létt. Kona ein kom á markaðinn, leit í kringum sig og sá skilti á einni búðinni: Ávaxtabúð Guðs. Guði sé lof, loksins. Það var komin tími til, sagði konan við sjálfa sig. Hún fór inn í búðina og sagði: Ég vil fá fullkomin banana, fullkomna melónu, fullkomin jarðaber og fullkomnar ferskjur. Guð sem stóð við búðarborðið yppti öxlum og sagði: Mér þykir það leitt, ég sel aðeins fræ. Við fáum nefnilega bara fræ. Jesús leggur þessi fræ í hendur okkar og þau munu bera ávöxt ef við vitum þeirra sem við sáum, önnumst það, gefum rými til að vaxa og dafna. Guð gefur vöxtinn vissulega, en það er okkar að vökva og næra með kærleikanum, gefa af okkur og elska og elska og elska með kærleika sem virðir og setur mörk eins og Jesús kennir og býður okkur að gera. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.
Já, takið postulegri blessun og útsendingu á akur drottins, samfélag manna, náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilagsanda sé með yður öllum. Amen.
Bænarefni dagsins enda á orðunum fyrir Jesú Krist sem við svörum með Drottinn, heyr vora bæn. Biðjum saman í Jesú nafni. Við þökkum þér, Guð, allar þínar gjafir, lífið í allri sinni hrynjandi og auðgi. Nú minnum við hvert annað á mildina og örlætið sem stafar frá miskunn þinni. Allt sem við eigum þáðum við af þér. Allt sem við vonum sprettur af kærleika þínum. Allt sem við gleðjumst yfir eru gjafir þínar. Allt sem við biðjum öðlumst við eftir vilja þínum fyrir Jesú Krist. Við lofum þig, Guð, fyrir fegurð þessarar jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir dýrð blómanna og söng fuglana, fyrir yndisleik barnanna og þokka mannanna, fyrir gáfu listarinnar í máli, tónum og litum. Opna hjörtu okkar, skapari okkar og faðir, svo að við fáum notið sköpunar þinnar og auðgað hug og hjarta. Ger okkur þakkláta votta, þér til lofs og dýrðar. Fyrir Jesú Krist. Guð, við felum þér líkama okkar, anda og sál. Þú sem gefur öllum þjáðum og snauðum von, lát kærleika þinn lýsa í hjörtum okkar. Þú sem tókst á þig sorg og tár, sár og dauða okkar vegna, lát krossinn þinn vernda okkur gegn háska syndar og dauða. Lát kærleika þinn lýsa í hjörtum okkar, svo við getum elskað náungan eins og sjálf okkur, vini okkar og óvini, og mætt hverju því sem að höndum ber í æðruleysi. Fyrir Jesú Krist. Í Jesú nafni biðjum við eins og frelsarinn kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vexum hann. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Og
Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen. Kæru vinir, við þökkum ykkur fyrir samveru og samhug við guðsþjónustu í Akureyrarkirkju í dag. Horfum inn á við og finnum friðinn, kærleikann og ríkidæmið sem að Kristur veitir okkur og skilum því áfram til þeirra sem á vegi okkar verða. Góðar stundir.